daginn, komið sæl og veriði velkomin í Öryrkjaráðið. Ég heiti Bára Halldórsdóttir og ætla að vera með ykkur næsta hálftíman eða svo. Í þessum þætti í dag ætlaði ég að tala við hann Halldór Auðar Svansson sem notendafulltrúi hjá Geðheilsuteymi Vesturs og allt múlífmann í næstu öllum samfélögum á Íslandi. Nei, ég segi svona fyrirverandi borgarfulltrúi velkomin. Já, takk fyrir. Takk. Já, það er rétt hjá þér, ég hef ýmsa titla, ég er svona samkað með verkefnum. Virkur í samfélaginu, það er bara þannig. Á maður ekki að vera það. Vel var það, já, ég er virkur borgari. Já, nákvæmlega, tekur þátt í þessu öllu saman sem við erum að gera. Akkurat, já. Ég vil ekki bara segja, viltu ekki bara byrja að segja mér svolítið frá þér og segja okkur svolítið frá þér? Já, það er ýmsu að segja sko, en nú er ég að vinna sem sé notendafulltrúi hjá Geðheilsuteymi Vestur. Og það er eitt af þessum teymum sem voru stofnuð nýlega frá stefnumörkun ríkisins og kannski aðallega núverandi heilbrigðisráðherra samtíðisar að koma á svona geðheilsuteymum sem eru svona annarar línu þjónusta á sviði geðheilsu sem er sko fyrstu línu, það er innlagnir á spítalanum og þriðja það er bara svona heimilislæknir eða bara eitthvað svona létt touch sko, það er léttara en annar línu er svona á milli, sko. Þá erum að tala um göngudeildarþjónustu og eitthvað svona það sem þú ert ekki beinlínis í innlögn, en þú ert samt ekki bara heima hjá þér og lítur við, sko, bara eftir því sem eitthvað kemur upp á heldur. Og í samhengi við geðheilbrigðisþjónustu er þetta, þú ert í einhverjum skilgreindum vanda eða krísu, sem er metin þannig að það þarf svolítið svona mikla þjónustu og svona formlegt ferli og kannski svolítið þétt. En er samt ekki nákvæmlega svona teymisvinnu sko, en ekki þannig að þú sért á því stigi að þurfa innlögn sko. Og hugsunin náttúrulega líka sko að það er ekkit alltaf gott að fara í innlögn sko. Stundum getur það bara sko leitt til einhverja svona uppgjafartilfinningar og bara einhvern veginn, ég á ekki að þurfa þetta og svona. Og röskun á daglegu lífi einstaklinga. Já, mjög mikla, nákvæmlega. Þannig að pælingin er það á ekki að þurfa í svona fullkomnu kerfi nema bara í allra brýnustu neyð, sko. En þess á milli eiga að vera til svona úrræði sem eru, sko, sem er ekki af mikið inngrip, sko. Ég get sagt það í reynslu, ég náttúrulega verið í þessu teymi og það var einmitt, ég mætti inn og það var bara svona tekið utan um mig og skoðað hver staða mín var og hvaða aðilar gætu og komið margir aðilar að málunum og það var eitt námskeið og einn ráðgjafi og eitt svona og eitt hitt og nú er ég útskrifuð og get svo samt að leita þarna aftur og allt það, en mér fannst þetta einmitt mjög góð leið til þess að svona skilgreina minn notendavanda á þessu sviði. Já, svolítið frá þínum forsendum. Samfélagið þannig að ég vissi hvert ég ætti að leita með hvaða hluti. Já, akkurat. Þannig að þetta snýst líka bara að halda utan alla fræði og hvað stendur til boða og hvað er hægt að taka inn og hvert er hægt að benda fólki, sko. Svona stuðningsnet. Og svona flókið fólk eins og ég sem er til dæmis líkamlega veikt og verður síðan andlega veikt af því að vera líkamlega veikt og þá fellur maður svolítið svona á milli steins og Já, akkurat. Er þetta félags, er þetta heilbrigðis, er þetta líkamlegt eða geðheilbrigðis eða akkurat. Og þau hjálpuðu mér mikið að sortera hluti út þar. Ég persónulega hef góða þjónustu að þótt að sé náttúrulega mismunandi. En þú hefur náttúrulega forsögu, notendafulltrúi þýðir að þú ert einstaklingur sem að hefur hvað var það aftur sem að notendafulltrúi þurfti að hafa til að bera til að geta sótt um? Það er bara persónulega reynslu að vera skjólstæðingur geðheilbrigðiskerfisins, sko. Það er aðalhæfniskráin, sko. Það er ekki menntun eða einhver önnur starfsreynsla. Það er bara hefur þú reynslu af því að vera hinum megin við borðið, sko, sem mér finnst mjög sniðugt. Mjög flott að hafa þetta með, akkurat.
og ég var hef verið svolítið leitandi eftir að ég hætti þannig borgarstjórn og var náttúrulega áður í tölvunarfræði og var forritari lengi og var einhvern veginn aðeins að máta mig við það og svo bara, ég hafði líka stundum þegar síðasta í borgarstjórn grína stuðaði með félagana. Kannski að ég færi bara að vinna í geðdeild, bara það örugglega skárra en ástandi. Varstu ekki að vinna í geðdeild á tímabili? Jú, eins og ég segi, það var eftir að ég kom út, eftir að ég kom út úr borgarstjórn. Búin með innlögnina. Auðveldara að vera bara hérna á bráðadeildinni. Búin með innlögnina þar, já, akkurat. Þá fór ég í bráðageðdeild, var þar í nokkra mánuði og það var mjög þungt, Ég held að flestir geðsjúklingar tali það, að þeir finnist það áhugavert hve miklu heilbrigðara fólk inn á deildunum heldur en utan þeirra stundum. En það nú annað. Já, stundum, já, akkurat. Já, og svo hætti ég þar og þá fór ég að leita aftur og síðan var þetta bara auglýst. Það var verið að ráðin þetta fulltrúa hjá þessum teymum og bara, bara slá til og prófa það. Og í hverju felst starfið? Þetta felst bara það eru allir að gera svolítið svipað þarna í teymunum óháð því frá hvaða starfsstétt þau koma. Þetta eru nokkrar starfsstéttir, þetta eru náttúrulega geðlæknir, svo eru mikið af geðhjúkrunarfræðingum og svo eru sálfræðingar og félagsráðgjafar. Þannig að þetta snýst svolítið eins og þú lýsir þinn meginn frá að taka við tilvísunum og fara bara yfir þessi manneskja hérna óskar eftir þessu og þessu eða við tilum að þetta og þetta geti hjálpað og bara unni svolítið þétt með það. Já. En það lýsir sér í mínum daglegu störfum að það eru vikulegi teymisfundir þar sem ég bara fara yfir stöðu mála og útdeilt bara getur þú ekki tala við þessa manneskju, þessi er búin að sýna því áhuga að fá þessa þjónustu og svolítið bara skipuleggja vikuna. Já. En svo maður bara viðtalstíma sem að geta kannski verið fastir í einhverja vikur, Ég hitti kannski þessa mannesku klukkan 1 á 50 dögum eða eitthvað svoleiðis. Og þannig að þetta er bara mikið til bara spjallmeðferð, má segja, sem að ég er með. Þannig ég hefði getað verið að koma í kaffitíðin? Já, nema mér fannst við tengja staðið svo náið til þess. Já, ég held að hefði nú verið meira eins og ég hvort er að kíkja í kaffitíðin. Akkurat, það er svolítið viðmið í svona þjónustu, ef þú þekkir manneskjuna þá er bara betra að vera bara, hafa alltaf hreinar línur, En segðu mér, nú er hæfniskrafan einmitt að hafa verið notandi og við ætluðum svolítið að spjalla það var það ekki, hvaðan þú ert að koma, ekki? Jú, akkurat, hver sú reynsla er, Það er skemmtilegt og yndislegt að ég held að þú hafa verið með þeim fyrstu sem kannski voru í opinberum störfum og varst opin það. Já, með þá bakgrunn, já. Það hafa ekki verið mjög mörg, held ég. En það var komið 10 ár síðan, þá lenti ég frekar hressilegu geðrofi, bara sem lýsti sér í bara mikilli röskun á skynjun og bara aldrei starfsemi hjá mér. En þessu leyti mjög spennandi, þetta opnaði á nýjar víddir alveg klárlega. Í hugsun og... Já, nákvæmlega, þú gast aðeins beint mér pínu bara. Þetta er nú kannski ekki nógu sniðugt, en þetta er frekar að vera að hugsa þetta, bara, en hafði náttúrulega verulega röskun á bara mínum hugum og meðal annars þurfti ég að fara inn á geðdeild nokkru sinnum til að stilla mig af. Og var alveg 2 ár kannski að finna út úr jafna mig. Þannig að þetta er sögð að vera kannski alvarlegasta geðröskunin að lenda í geðrofi að vera með geðrófsjúkdóm, Ég er ekki að reyna að slá mér upp, Þetta er ekki hierarkía, þetta er ekki að ég sé, ég er bara að segja það. Fyrir og eftir. Og samt áhugavert að segja að ég man eftir að hafa fylgst með þér taka á þessu af þinni tegund, því að þú ert nú að mínu mati dálítið einstakur maður og komið út úr því svolítið einmitt heilstiftari bara einstaklingur. Þetta hafi í raun og veru haft erfið en góð áhrif á þig sem manneskju. Já, ég held það líka, Það var ákveðin
ákveðin hugsun alltaf í mér, þetta bara, ég kýs bara að gera þetta merkingarríkri reynslu sem að á grunnsinn í einhvers konar, bara maður búinn að fá nóg einhvern veginn, bara búinn að hóa sig svolítið mikið inn, orðið svolítið kassalega og svo springur kassinn allt í einu og það bara, hvernig vinnur úr því, sko, það er mjög snúið. Og þannig að það eru margar hliðar á svona, má segja, andlegum krísum með áskorunum, sko, þunglyndi getur verið til marks að bara það ákveðnir hlutir ekki að virka í þínu lífi, eins kvíði og bara, þetta allt bara hluti af okkar líkamsstarfsemi og bara þetta hefur allt eitthvað að segja, sko, en þar með ég náttúrulega ekki, maður ekkert að segja að þetta bara ekkert mál og bara dílaðu við þetta og fyndu út úr þessu og fyndu hvað að plaga þig, en bara mér finnst það bara Ef þú lendir í lungnavandamáli þá þarftu að vinna með lungun þín. Já, nákvæmlega. Geðvandamáli þá þarftu að vinna með geðið. Nákvæmlega, og það getur úttengt líf og alls konar meðferð og svona. En ég held að það sé bara upp á að sjá, sko, leið út eða upp á við bara mjög, sko, gott að hafa svona einhvern veginn bak við eyrað, bara ég kemst út úr þess á einhvern hátt og þetta sko, þetta eitthvað sem ég að eiga við og þetta af einhverju ástæðu, sko. Þess vegna finnst mér mikilvægt þegar við erum að gera þessar umræður og það að þú hafi verið svona opin þetta opinberlega og annað. Ég held að það gefi fólki svona vissa, svona einmitt, heyrðu, þetta eitthvað sem yfirstíganlegt og svo þessi maður bara í borgarstjórn og hann þarf ekkert að detta út úr samfélaginu eða verða minni maður, heldur þetta bara eitthvað sem við getum, sem allir geta lent í og geta síðan bara unnið með. Já, akkurat. Ég var aldrei greindur með, sko, einhvern langvarandi geðsjúkdóm, sko, það var bara tímabundið geðrof, þannig að En svo náttúrulega kemur á móti, sko, það ekki allir alveg þar, sumir eru kannski með eitthvað varanlegra og þurfa þá að finna út úr því á annan hátt en ég, sko, ég get bara tala út frá mínu en svo á ég reynda tvíburabróður sem hefur verið með geðklofa í 20 ár, sko. Einmitt, það einmitt svo áhugavert. Þannig að byrjunin á ferlinu hjá honum svo kannski svolítið svipað hjá mér. En útkoman önnur, sko, þannig að ég hugsa svolítið bara af hverju var ég svona heppinn en hann ekki og svona það getur verið, en það hafa lent í svona svipu og hann tengir mig aðeins betur við hann, sko, þá veit ég veit hvernig þessi reynsla mér já. Kannski bara því að þetta kemur seinna í lífinu hjá þér eða líka bara reynslan af því að vita af þessu og hafa séð hann, kannski gaf hann þér það að vita það hvað þetta gæti verið og kom ekki eins og upp á þig. Örugglega hvort tveggja, sko. Bæði að hafa aðeins meiri reynslu og aðeins styrkari grunn, sko. Og líka bara að vita út frá honum hvað þetta snýst svolítið, sko. Já. En þér hlýtur á að brugði þá líka svolítið einmitt vitandi hvernig hve mikið áhrif þetta hefur á hans líf. Já, klárlega, já. Hvernig sástu þetta í sambandi við einmitt fjölskyldu og annað? Sko, já, þetta svolítið erfitt fyrir fjölskylduna líka, bara hvort að við værum báðir farnir alveg þangað, sko, og svo náttúrulega fjölskyldusaga af geðsjúkdómum og mamma þín hefur nú skrifað núna bróður sinn, sko, sem með geðklofa líka. Að því að hennar kynslóð náttúrulega, þar þessi hlutir bara voru ekkert til umræðu. Nei, voða lítið og kannski lítill skilningur líka í raun og veru, sko, eins og mamma lýsir í bókinni, hann var greindur mjög seint. Bara, hann er rúmlega 70 núna kallinn, sko, og einhvern veginn, hann dróst mjög snemma út í neyslu, sko, áfengi og önnur svona vímuefni og bara, og þá var hann bara afskrifaður sem dópisti og fyllibytta og hann áttaði sig ekki einu sinni á því sjálfur. Hvað var í gangi, sko, hann var bara að finna einhverjar upplifanir og svona sem það bara voru engar skýringar á, svona skrýtnar. Og það er náttúrulega lítið talað og þú getur ekki farið á netið og googla svona einkennin, kastaði ekki þarna.
og finnur út bara, ef ég tek þessi efni hérna, þá kannski finn ég smá frið. Já. Ég held nefnilega, sko, stundum fólk jafnvel komið inn á bara hreinlega mögulega bestu mögulegu sjálfsmedication en samt sem aðra því að það að gera þetta sjálft að þá kemur það illa út. Já, það oft þannig, sko. Það byrjar þannig og gefur kannski ykkur frið eða stillir fólk af í einhvern tíma, sko, en af því að það hefur kannski ekki alveg þekkingu eða bara lendir þá í fíkn og þannig að þetta verður bara rosaleg hækja, þá gerir það illt verra til lengri tíma. Það eins og með mörg svona bjargráð. Hvort sem það eru vitsmunaleg bjargráð hugsanir eða viðbrögð sem að kemur sér upp, sko. Þetta oft eðlilega viðbrögð við kannski óeðlilegu ástandi. Oft þarf að endurskoða það einmitt með að maður sé orðin eldri eða aðstæður sér utan aðrar. Akkúrat. Ég átti einmitt mjög gott samtal við konu það að hún hafði verið svo rosalega sjálfbjarga sem barn út af því að mamma hennar var það veik, sko. Og þegar hún var eldri þá átti hún sig á því að hún leyfði aldrei einum en einum öðrum að gera eitt eða neitt af því að hún sá það sem svo að ef hún gerði ekki hlutin sjálf þá myndi það ekki gerast og svo verður bara endalaust álag og hún brotnaði bara. Hún þurfti að læra einmitt bara, þú ert ekki lengur barn sem að, þú veist, ekki með eitt stuðning í kringu þig. Nú ertu fullorðin manneskja með öðrum fullorðnum aðilum sem geta séð sjálfan sig. Já, þetta góða punktur. Þetta svolítið klassískt, sko, alast upp við rosa ríka ábyrgðartilfinningu og kannski fá ekki að vera svona barn án ábyrgðar og þá bara eins og þú veist að lýsa á, getur fólk bara vaxið upp úr grassi að finnast það bara fullkomlega eðlilegt að þurfa aldrei á neinum að halda eða gera alltaf allt sjálfur og vera alltaf að stökkva til og sjálfsmyndin bara, ég svo rosa duglegur og bara alltaf að gera. En svo kemur kannski bara eitthvað svona punktur þar sem að fólk brotnar, sko, bara, ég bara orðið þreytt á þessu, sko. Án þess að til átta sig á, af því að það ekki ekkert annað, átta sig á, sko, hvað þetta óumbreytt. Hvaða hjálpartæki eða hvaða einmitt nýju leiðir þegar þú ferð í gegnum þitt allt saman. Nú veit ég að þú ert nú svona, mér finnst þú vera svolítið svona duglegur í að finna þér þínar eigin leiðir til þess að einmitt að styrkja þig andlega og svo framvegis. Þannig að mér langar svolítið svona að forvitnast það, hvað það sem að þú svona hefur séð sem gagnlega hluti og hvaða tæki og tól hvort sem það lyf, kerfisbund, læknar eða sjálfshjálp þú myndir geta talað um. Já, sko þegar ég fór inn í borgarstjórn, skömmu upp úr því, þá fór ég að hitta sálfræðing reglulega og ég geri það ennþá, sko. Það komið nokkur ár bara. Það gerir mér ágætt, þannig að ég í raun ennþá skjólstæðingur geðheilbrigðiskerfisins. Það eru kannski ekki alveg hlutir á opinbera kerfinu, eða eru sko með einkastofu eins og þessi, en þetta er samt partur af kerfinu unga, sko. Og svo tók ég upp á því að hugleiða á hverjum degi. Ég geri það í hálftíma á hverjum einasta degi. Eða það er mjög sjaldan sem ég sleppi því. En þá finn ég alveg muninn á mér, sko. Ég finn alveg, þetta er svo mér líkamsrækt. Ef maður er búinn að koma sér upp, þá finnum maður bara leið og maður dettur niður. Ferði í andlega gimmið þitt? Já. Það er rosa gott, það er hugleiðslan rosa góð til að koma sér upp bara svona rými þar sem maður er bara ekki með plötunar í gangi og bara ekki hvað að gera, sko, bara finna svona svolítið svona baseline, má segja, bara svona er ég bara þegar það er ekkert annað í gangi og þá getur maður svolítið leita til þess, bara farið svolítið svona, bara dreifja í andan og svona, tengja sjálfum sér og bara, og bara finnur einhverja tilfinningu og þá getur maður hugsað, sko, þetta er kannski bara líkamleg spenna, þess vegna, sko. Þannig að ég þarf kannski að vinna með hana. Já. Ég man einmitt eftir því, sko, þegar þetta var sem
þegar þú varst einmitt að flæða inn í þetta og við áttum svo yndislega samtala því að hérna ég hef svona reynslu að því að hitta aðra einstaklinga sem eru svona leiðinni inn í svipað ástand. Ég sagði þér að held ég bara svona svolítið beint út að ég held að þú værir hérna svona með einhverja skynsemi en það væri þarna eitthvað sem að væri eitthvað óþægilegt sem þú þurfti kannski að fara varlega í. Og við áttum samtalið ég held hvort að það er einhver sem skrifaði bók eða eitthvað það að vera meðvitaður að eiga samtöl við þá sem eru veikir hvað þeir eru að hugsa, hvernig þeir eru að hugsa það, án þess að vera eitthvað að reyna að forðast það. Og við töluðum svolítið bara þínar upplifanir og vorum ekkert að svona dissa þær sem bara eitthvað kjaftaði heldur bara hugurinn þinn var að flokka hlutina, túlka hlutina aðeins öðruvísi. Já, þetta er góður punktur, sko. Já, ég hef getað það nýtt það svolítið áfram til dæmis í vinnu minni núna, sko. Bara, maður heyrir af einhverjum svona hlutum sem að þykja kannski skrýtnir eða óvanalegir að fólk er að upplifa svona eitthvað sem út fyrir það óhefðbundna, sko. Bara út frá minni reynslu hef ég svolítið talið mér, ég ekki afskrifa þetta strax sem einhverja vitleysu heldur, hver getur merkingin að baki verið, sko. Þetta er oft einhver úrvinnsla sem að kannski birtist á einhver skrítin hátt, sko, eða einhver tilfinning sem að kannski verið að færa í einhvern vitrænan búning sem er ekki við, sko. Eins og ég held til dæmis að svona paranoia, svona rosaleg upplifun, sko, það sem verið að fylgjast með þér og alls konar svona pælingar að þú sérst í rauninni ekki, sko, með friðhelgi. Það er mjög algeng ranghugmynd í svona geðrosástandi eða langvarandi geðklofa, sko, að svona mörkin á milli þín og annarra rofna, sko. Svona mínar pælingar kringum það eru svolítið að þetta getur verið birtingamynd bara rosa mikils kvíða, sko. Óöryggis og kvíða. Ef fólk áttar sig ekki á því að þetta er tilfinningin að baki af því að það er kannski svo gegnsósa í henni. Það fer að hugsa bara, nei, þessi tilfinning af einhverju rökrænni ástæðu, sko, bara hlýtur að vera að fylgjast mér í sjónvarpinu af því að mér líður þannig. Mér líður, þýðir sem að ég var að mér líður þannig að sé verið að fylgjast með mér og þá finnur þú bara einhverja svona sannanir á því, sko. Bara svona í svo gamla daga þegar við byggum til drauga úr hljóðunum sem við heyrðum og vissum ekki hver voru. Já, akkurat. Og svona ef að það er bara farið eitthvað í gangi á fólki og komið eitthvað svona rof, svona geðrof, þá getur þetta farið alveg úr böndunum, sko. Þessi túlkari sem að setur hluti í samhengi og býr til útskýringar, sko. Og þann getur, ef að tilfinningarnir eru rosalega sterkar og maður bara orðin einhvern veginn bara að fara að velta sér upp úr þetta, þá getur það alveg aftengt þessar ítrænu stöðar. Ég meina þetta er náttúrulega hugurinn er það sem við notum til að túlka aðstæður okkar. Þannig að þegar maður liggur inn þegar hann er veikur, að þá náttúrulega allt sem maður upplifir, maður er ekki vanur því að upplifa það að heilinn á manni sé ekki, maður er vanur að treysta á það sem kemur frá honum. Já, akkurat. Þannig að maður er ekki vanur að hugsa eitthvað svona eins og þessi verkur í lærinu er taugaverkur sem leiðir frá einhverju öðru. Maður er ekki vanur að hugsa svoleiðis í heilanum, að þessi paranoia mín er út af því að ég er óstöður í höfðinu og er hrædd. Já, ég get alveg trúað að þetta hafi verið mikil áskorun fyrir þig með svona sjúkdóm langvarandi sem að hefur alls konar einkenni að reyna að finna út úr, sko, hvaðan er þetta að koma og hvað þýðir þetta? Ég var náttúrulega, sko, til að byrja með eins og með svona verandi langveik með sjúkdóm sem byrjar sem svona daufir verkir, að þá byrjaði það á því að þeir sjá mig sem þunglinda því ég verð svona framtakslaus og erfitt með að koma mér á fætur og svo framvegis. Og ég var alveg þeim megin í langan tíma, hélt þetta væri þunglindi og niðurdregin og allt þetta. Svo ger ég bara fullkomlega allar þess að hafa meðferð og allt saman. Ég er allt saman rétt, en held áfram að vera samt líkamlega ekki í lagi.
og smám saman verði ég líkamlega veikari og veikari og þá fara að koma svona sjást stærri merki. En ég lendi mjög oft í því einmitt að vakna á morgni til og bara, ok, er ég orðin bara þreytt á lífinu af því að þetta er búið að vera erfitt í langan tíma eða er ég í alvörunni líkamlega þreytt í dag? Ég bjó mér til svona system sem er bara, ég er með system á morgnana sem er það að ég tek lyfin mín, ég borða smá mat, ég geri þetta sem að fólk gerir á morgnana fyrir klósetti og eitthvað, fyrir aðeins fram úr og sess svo niður aftur og þá er ég venjulega búin að finna hvort ég er með einhverja líkamlega verki og alla þessa hluti og þá hef ég leyfi til að leggja mig aftur ef að allt er í klessu en þá er ég líka búin að útiloka svona þessa líkamlegu hluti sem gætu verið að stöðva mig af eins og orkuleysi og það að ég þarf að taka lyf á morgnana og svoleiðis. En það tók mér alveg langan tíma að finna þetta. Ég rakst á eitthvað YouTube-myndband þar sem var einhver kona sem talaði morgunstigann sinn og hún gerði þetta og ég prófaði þetta og þetta var bara, aha, það þarf ekki lengur að vera efast, sko. Já, þetta er svona dæmi hvað þetta getur verið þægilegt í nútímanum að vera bara með aðgengi að upplýsingum og að fólki með svipaða reynslu. Jafnvel fólk með sjaldgæfan sjúkdóm bara finna bara, já, þessi manneskja er þarna einhvers staðar alveg hinum megin á netinu þess vegna að tala það saman, sko, já. En óttastu eitthvað að lenda aftur í svipaðri aðstöðu? Nei, frekar lítið, sko. Ég er það meðvitaður nú orðið hvað skal segja, hættumerkin eða möguleg einkenni, sko. Já. Að ég er, sko, það kemur kannski einstaka sinnum að ég fæ kannski svona hugmyndir. Já. Já, eða skynjanir svona sem að kalla á ömurlegar, sko, en mér finnst það bara allt í lagi, sko. Og annarkvort, já, þetta er hluti af mér. Annarkvort vinn með þær eða leiði þær hjá mér, sko. En ef þetta er farið út í kannski, já, það hefur bara ekki gerst síðan að ég vann að vinna almennilega út úr þessu, sko. Þetta hefur ekki náð einhverjum svona miklum hæðum þar sem að ég er komin verulega, sko, langvarandi svona hugmyndir sem eru að trufla tilveruna mína, sko. Þannig að ég veit ekki alveg hvernig ég myndi taka á því, en ég myndi vona að ég væri fær að stilla mig af eða vera allavega með það gott net í kringum mig. Að það geti stillt mig af, sko. Ég geti talað við þig alveg í marga klukkutíma þetta eins og ég hef oft gert áður og við höfum oft gert, eins og fólk kannski sér þá þekkjumst við ágætlega og erum kunningjar. En ég þarf víst að setja einhvern endapunkt einhvers staðar. Ertu með góðar leiðbeiningar eða er einhver sem er í þessari stöðu að svona átta sig á því að vera í svona byrjundarstöðu eins og þú ert í? Ertu með svona ráðgjöfum hvernig myndir ráðleggja manneskju að taka á því? Það er góð og stór spurning, sko, já. Ég held að það sé svolítið einstaklingsbundið, sko, svona eftir manneskjunni og nákvæmlega hvernig það lýsir sér hjá henni, sko, en kannski eitt sem ég get nefnt er að við svona aðstæður þá getur það gerst, sko, í svona rofi, þá getur, sko, egóið blásið svolítið mikið út. Já. Það er einhvern veginn svo að rofni einhvern veginn bara gamla egóið og það verður allt einhvern veginn svona stærra og merkilegra og nýtt, sko. Já. Og maður er tengslu með engla og djöfla og fleira. Já, nákvæmlega, sérstaklega ef maður er ekki vanur svona andlegum pælingum, sko, þá getur fólk verið að mikla það svolítið fyrir sér að það sé uppgöta rosalega nýja og merkilega hluti og bara einhvern veginn. Það er tilfinning sem getur komið mjög sterkt og þaðan getur komið kannski svona messiasar hugmyndur að fólk sé bjargvættur og eitthvað svona. Það er kannski það sem að þarf að passa mjög mikið að stilla af, sko. Þaðan getur komið svona mikil sko paranói hugmyndir, sko. Já. Bara að fólk átti sig að því, ok, þú ert að upplifa hluti sem að slatti að öðru fólki hefur upplifað og þú ert að spá í mjög svipuðum hlutum alls konar annað fólk. Og þetta er margt mjög djúpt og flott pælingar, sko. Já, akkurat. Bara áttaði á, sko, þetta snýst ekki allt um þig. Ég held að það sé kannski aðalráðið. Já, ég held að það sé kannski aðalráðið. Áttaði á, sko, bara fara bara hægt. Taka þetta bara eitt skref í einu og ekki taka allt í fangið í einu, sko.
á maður að stela frá tólsporasamtökunum og segja að fá lánaða, hvað heitir, að fá lánaða dómgreind, já, það er gott að orða það þannig. Finna einhverja manneskju sem að maður treysti sér til að tala við eða batteri sem að maður treysti sér til að tala við. Og ákveða það að þessi manneskja að segja hluti sem skipta máli, sko. Og þóra því bara. Ákveða fyrirfram. Bara, áður en að maður kannski búin að einangra sig af í einhverju. Já, akkurat. Ég ætla að fara hérna inn þannig að ég ætla bara að kýsa að hlusta á þessa manneskju, sko. Já, ég geri þetta einmitt þegar ég verð sem þyngst, þá líkamlega og andlega, mitt þunglyndi kemur bara út af álagi, að þá einmitt ákveði ég það, þá segi ég bara, þegar ég orðin þannig að mér ekki fara að lítast mér eigin hugsanir, þá málið að ég leita mér hjálpar. Hér eru 4 staðir sem ég get hringt í, vinalínan, góður vinur, sálfræðingurinn minn, eitthvað svona. Ég er með nokkra hluti sem eru hjá mér og ég hringi þangað og segi bara hæ, heyrðu, það er eitthvað að ég þarf að tala við einhvern. Já, einmitt. En það er allt öðruvísi þunglyndið heldur í geðrofið, en það er svona samt sem áður einhvern veginn hefur alltaf fundist, bara að reyna að finna einhvern til að treysta til þess að vera með mann í þessu, vegna þess að jú, það er erfitt, sérstaklega þegar paranoia og svoleiðis er komin inn í þetta. Já, þetta allt tilfinningar og upplifanir og hættan mjög oft bara festast í eigin haus, sko, bara af því að það er eitthvað annað farið að taka yfir og þá getur verið gott bara að spegla bara, segja hluti og heyra bara. Þetta er kannski, þetta verður strax skárra með að tjá sig, sko. Já, maður svona sér að viðkomandi sem maður er að tala við, finnst þetta vera aðeins og stærra heldur en svona maður er kannski heldur hann er vanur að heyra og þá kannski er komið tími til að skoða hlutina aðeins betur. Já, en að sama skapi, sko, er rosa gott að bara fyrir geðheilsu almenningsalmennt og bara að kunna hlusta líka, sko. Já. Fara ekki í panikk og bara fara ekki að stimpla, það getur verið mjög krefjandi, bara hlusta á þetta og finnast það bara, þetta er rosa erfitt og þungt og bara, en samt, sko, ég er samt hérna, sko, ég ætla ekki að flýja það, sko. Ég einmitt á sínum tíma, sko, hafði náttúrulega verið sett inn í öll geðbatteri Íslands einhvern tímann, af því að þeir fundu ekki hvernig var hægt að leysa þetta þunglyndi sem ég var ekki með. Og hafði bara átt svo mikið af vinum og sem að voru búinir að vera á alls konar stöðum andlega að mér fannst það einmitt mjög gefandi að þegar ég fór að tala við þig að þá varst þú einmitt að segja held ég svipaða hluti, bara eitthvað, já, þú veist, ég held að sé kannski, en kannski er ég líka bara að finna einhvern sannleika eða kannski hitt og við töluðum bara hlutina. Og svo horfði ég á þig bara einhvern veginn, einmitt, taka leiðbeiningu og finna leið og fara eins hratt og hægt eins og þú gast í gegnum þetta og mér fannst það svolítið fallegt. Já, gott að heyra. Það er alltaf líka svolítið gaman að týna ekki í fólkinu sína, því ég hef alveg týnt nokkrum. Já. En takk fyrir þetta einlæga og eiginlega bara svona, þú gefur svolítið mikið af þér í samtali, það er ekki allir sem opna sig svona mikið svona hluti. Og ég ætla að þakka kærlega fyrir að leyfa okkur að vera með í því. Já, takk fyrir tækifæri. Ég var nú ekki alveg búin að ákveða fyrirfram hvað ég ætlaði að segja mikið, en það ræðst bara flæðinu. Ég veist þetta mjög gott. Já, og svo það er nú gerst hérna sko í viðtölum að við höfum ákveðið að við klippum þetta út, en við erum svo mörg og svo misjöfn. En já, ég ætlaði bara að þakka kærlega fyrir komuna og þeim sem áhorfðu ef einhverjir voru og við erum eins og þið vitið með okkar vefsíðu, Facebook síðu, öryrkjaráðið og hægt að læka við okkur. Endilega hafið samband ef þið viljið segja okkur eitthvað nýtt og hafið hugmyndir að efni og svo plata ég hann Halldór kannski aftur í samtalum allt þetta hitt sem að hann er klár í eins og segja okkur frá geðhjálp og fleiri stöðum sem hann er að tengjast við. Takk fyrir.